Góðan daginn og velkomin á þennan annan ársfjórðungs uppgjörsfund fjarskipta. Við erum hérna á Hótel Íslandi. Ég held að við séum þar sem að fólk kom upp í á sviðið líklega eða eitthvað úr kjallaranum. En það kemur nú til að því að við erum flutt í Ármúlan, gamla MP eða Kaupþingshúsið eða Víphúsið eða það er mörg fjármálafyrirtæki búin að vera þar í gegnum tíðina og erum að tróða okkur þar þangað til að við flytjum á Suðurlandsbraut. Byrjum á því sem betur fer að fá bílastæði afhent núna í október og svo fáum við frá febrúar til maí afhent eina hæð í einu, svona eina hæð í mánuði. Þannig að þetta verður svona 6 mánuðir þar sem við tróðum fyrirtækinu inn í Ármúlan og erum sem sagt bara flutt út úr Skútuvogi og búin að gera samninga leigulok þar. Þannig að það var ágætt að klára það. Húsnæðismál eins og margir þekkja svona mikilvægt að hafa þau í föstum skorðum í fyrirtækjum. En varðandi uppgjörið, þá er uppgjörið svona eftir okkar áætlunum. Þetta eru hagræðingaraðgerðir byrjaðar að detta inn. Það er ekki að fullu komnar inn, en við kannski förum yfir það á eftir. Við tókum þarna það sem það er alveg hluti af hagræðingaraðgerðum komið gegnum starfsmannaveltu og fólk sem að hætta á árinu sem við vissum af og það kemur en stór hluti af því er komið á Íslandi og svo erum við að vinna í rekstrinum í Færeyjum eins og við förum yfir á eftir. En við ætlum að hafa þetta með svona föstu sniði þannig að Hrönn byrjar og fer yfir uppgjörið og síðan kem ég með nokkrar glærur í restina svona önnur mál og seti þetta aðeins í samhengi. Þannig að bara Hrönn, gjörðu svo vel. Takk fyrir Stefán og góðan daginn. Þá vindum okkur bara í tölurnar og hérna helstu niðurstöðurnar. Tekjurnar að fara upp 2% frá frá sambærilegum fjórðungi 2015 og EBITDA 751 milljón og EBITDA hlutfalli 21,7% og EBIT hlutfalli 11,7%. Nú hagnaðurinn 248 milljónir og eiginfjárhlutfalli 45,3% og handbært fé frá rekstri 656 milljónir. Nú ef við bara skoðum þá annan fjórðunginn, þá voru seldar vörur og þjónusta 3.467 milljónir og þetta breyting upp á 2% frá sambærilegum fjórðungi síðast 2015 eða 59 milljónir. Nú kostnaðarverðið var 1.862 milljónir og eykst 3% en framlegðin stendur nokkurn veginn í staði 605. Nú rekstrakostnaður 1.201 milljón og hann fer upp 5% á milli tímabila og svona frávikið þarna má segja að síðast stóru hlutum vegna launa, eiginlega mjög svipað eins og við ræddum á í síðasta uppgjöri. Að saleikáhrifin eru að koma inn hjá okkur en samt sem áður eru við byrja að sjá árangur af þeim aðgerðum sem við höfum verið að gera. Gjörðu svo vel. Nú EBITan 751 milljón og hún lækkar 25 milljónir frá sambærilegum fjórðungi í fyrra, eða 3% og EBITi 404 milljónir og eins og ég sagði áðan, EBIT hlutfalli 11,7%, EBITDA 21,7% og hrein fjármagnsgjöld 95 milljónir og fer upp 13% og það ástæðan fyrir því að við þurftum að fara í fjármögnun út af hlutafjárlækkuninni, þannig að fjármagnsgjöldin hafa hækkað hjá okkur. Og hagnaði tímabils á 248 milljónir á móti 300 milljónir fyrra eða 17% lækkun með sambærilegan fjórðungi fyrra. Nú ef við horfum á tekjusplitti þá sjáum við að farsíminn hann 1.176 milljónir og dregst saman 4%. Við sögðum frá því í fréttatilkynningunni okkar að á Íslandi aukning í farsímatekjum 0,5% en samdráttur í Færeyjum 19%. Og við hefum eins og við sagt frá í síðustu 2 fjórðungum þá hefur við verið að vinna í ákveðnum málum í Færeyjum við að reyna að ná viðsnúningi þar og alltaf full í þeirri vinnu. Og meðal annars var hætti forstjórinn okkar eða framkvæmdastjórinn okkar í Færeyjum og áhrif þessa gæti í uppgjörinu hjá okkur líka núna og nýr framkvæmdastjóri ráðinn. En Stefán kemur svona betur að því eftir. Nú internetið 904 milljónir, aukning upp á 7%, þessi aukning alveg á Íslandi
og sjónvarpi 478 milljónir og aukning upp á 14% þar og það er líka, þetta er aukning á Íslandi. Nú fastlína 326 milljónar dregst saman, hérna ykkur 30 milljónir eða 8% og vörusalan 381 milljón og dregst líka saman 8%. Aðra tekjur 202 milljónir, aukning 36% frá öðrum fjórðungi 2015. Nú þannig að tekjur samstæðana voru 3.467 milljónir eins og við tölum áðan. Gjörðu svo vel. Sæti líka hérna. Nú ef við berum saman hérna ársfjórðunguna okkar frá árinu 2012 þá sjáum við að við erum lítillega undir ársfjórðungnum í fyrra. Nú sjóðstreymisyfirliti handbært fé frá rekstri 656 milljónir. Þetta er hérna 201 milljón minna heldur en fyrir sama fjórðung 2015. Þetta liggur allt í veltutengdum eignum og skuldum. Sjáum þetta mjög vel í sjóðstreyminu, viðskiptakröfum, viðskiptaskuldum og byrðum að hérna mismunandi breytingar frá áramótastöðun. Fjárfestingarhreyfingarnir eru aðeins minni heldur en fyrir sama fjórðungi fyrra, 291 milljón. Og fjármögnunarhreyfingar 711 milljónir, það náttúrulega gerðist hellingur í þeim á þessu fjórðungi bæði eru endurkaup, það er hérna hlutafjárlækkun og tekið nýtt lán til þess að mæta hlutafjárlækkunni til að greiða út og þannig að þetta sést líka mjög vel í sjóðstreyminu, leitt út þar. Þannig að breytingar á handbæru fé er 346 milljónir og handbært fé upphæði 559 og við endum það í 213 milljónum í lok tímabilsins og frjálsa fjárflæði 454 milljónir, samanborið 656 í fyrra og þar mun á 202 milljónum. Og síðan er það bara fyrsti helmingur ársins. Selda vörur og þjónusta 6.762 milljónir, þarna er breytingin 2%. Og kostnaðarverðið 3.616 og er einni aukning 2% og framlegin 3.146 milljónir aukning þar 1%. Framlega hlutfallið á 46,5% og var 46,7% fyrir sama tímabil árið 2015. Rekstrarkostnaður 2.418 og þetta er aukning 7%. EBITDAn 1.420 og minnkunum 5% með sama tímabil í fyrra og EBITDA hlutfallið 21% á móti 22,5% fyrir sama tímabil í fyrra. Og EBITDA þá 728 milljónir og hagnaði tímabilsins 445 milljónir og það er samdrátturinn 17%. Nú efnahagsreikningurinn okkar, þarna sjáum við að eiginfjárhlutfalli er, gjör svo vel. Eiginfjárhlutfalli er þá 45,3%, það er náttúrulega búið að vera töluverðar breytingar hjá okkur líka vegna lækkunar á hlutafé. Og hreinar vaxtaberandi skuldir hafa þá aukist úr 3.923 stendur 5.903 í lok júní. Veltufjárhlutfalli er 1,4 og nettap to EBITDA er þá 1,9, svona sem er takt við það sem stjórnendur félagsins vilja sjá. Og síðan er það horfurnar okkar fyrir 2016. Við bara stöndum við óbreyttar horfur, 3,2 til 3,4 milljarðar í EBITDA og að fjárfestingarhlutfallið sé á bilinu 10,5 til 11,2%. Það er óbreyttar horfur alveg frá því að við birtum þetta. Nú, ég er ekki með fleira, þannig að Stefán, gjör svo vel. Já, takk. Eitthvað spurningar til framlegið okkar uppgjörið? Ef ekki, þá kannski farum við annað mál. Þarna er þetta hús orðið merkt okkur og hérna það sem að við vildum kannski byrja á að segja er bara þessar hagræðingaraðgerðir. Það er náttúrulega voru að fækka stöðugildum og eins og ég segi það mun koma sterkara á seinni hluta árs. Við sjáum að hérna kannski breytingin á rekstrarkostnaði, það er byrjað að sjást þarna árangur á milli fyrsta og annars fjórðungs og hérna og við búumst við bara það, eða samkvæmt okkar áætlunum gengur það bara eftir núna hérna heldur áfram það sem eftir lifir árs. Markmið okkar er í rauninni
Þetta náttúrulega búið að vera svolítið merkilegt ár að mörgu leyti. Það voru bæði kjarasamningshækkanir mjög háar fyrir svona rekstur eins og okkar og maður sér það auðvitað í uppgjörum fjölmargra fyrirtækja og sama tíma var mjög mikil verðsamkeppni í GSM hlutanum sem betur fyrir eru við alhliða fjarskiptafyrirtæki með tekjustrauma úr fleiri þáttum en GSM einstaklingsmarkaði en það var alveg þar af leiðandi erfitt að takast á við það svona eins og sum fyrirtæki gera bara með því að hleypa því út í verðið. Þannig að við þurftum að fara í hagræðingu sem tekur óneitanlega aðeins lengri tíma en okkar markmið klárlega að varðandi starfsmannakostnaðinn að verja þessar umframhækkanir, bara verja rekstur fyrirtækis fyrir þessum umframhækkanum. Þannig að þegar þessi loki þá eigum við að vera á sama stað og áður. Þannig að við munum sjá þetta koma inn. Við munum örugglega sérstaklega sjá þetta svona hreint á fjórða fjórðungi en þriðja fjórðungur mun þróunin halda áfram. Ástæðan að við þurfum ef við fækkum fólki þá þurfum við yfir sumartímann þegar fólk að fara í sumarfrí ráða aðeins fleiri svona hlutastarfsfólk til að leysa af en síðan í fjórða fjórðungi þá munum við verður gaman að sjá rekstrarkostnaðarlínuna hjá okkur þegar allt verður komið fram. Allt í einu við byrjuð að tala rosalega mikið Færeyjar og það auðvitað það sem við höfum verið að sjá þar sérstaklega höggið sem gerðist í þriðja fjórðungi á síðasta ári þegar færeyski síminn ákvað bara að lækka verð mjög mikið og við erum auðvitað búin að vera að vinna með Færeyjum og það var niðurstaðan var að framkvæmdastjóri þar léta störfum og við réðum nýjan mann sem við þekkjum mjög vel, búin að vera í stjórn hjá okkur þarna úti og sem sagt bara búin að starfa, búin að búa í London og búin að vera í framtaksfjárfestingum venture capital og stofnaði meðal annars fyrirtæki sem var keypt til Vodafone Group árið 2009 og vann þar nokkur ára skeið í vöruþróun og þetta bara mjög sterkur stjórnandi, mikilvægt að hafa Færeying og við erum mjög ánægðir að hann sé með alþjóðlega reynslu og þekkir Vodafone og þekkir okkur og svo framvegis. Það lágmarkar líka alla áhættu að þessu og við bara bindum mikla vonum við þetta og erum að undirbúa svona sókn í Færeyjum og munum bara en hann kemur til starfa hins vegar í haust og þannig að við bindum vonir við allavega árið 2017 fyrir við að sjá jákvæða hluti koma frá því fyrirtæki. Varðandi samkeppnina sem ég kom aðeins inn á áðan þá svöruðum við þetta samkeppni með okkar útspilum. Það var One og við breyttum framsetningu á reddvörum og komum með ódýrari verðpunkt í Smart og í stuttu máli hefur bara fyrsti helmingur ársins varðandi fjölda verið bara fínn hjá okkur. Við erum að bæta við okkur en ekki missa viðskiptavini sem mikilvægt vegna þess að þeir sem hófu verðsamkeppnina hafa eflaust ætlað að taka viðskiptavini af aðilum eins og okkur en það hefur bara gengið vel og við erum bjartsýn á að svona þetta momentum sem hjá okkur bara geti haldið áfram allavega svona með hvernig gangurinn í þessu núna og þannig erum við náttúrulega að byggja aftur á því sem við teljum vera okkar styrkleiki að vera alhliða fjarskiptafyrirtæki að fólk geti verið með alla fjarskiptaþjónustuna hjá okkur og erum að veita fólki ávinning fyrir að vera hjá okkur og svo framvegis í þessu One prógrami. Við erum áfram að leggja áherslu á bara gæði og það gaman að nú það hefur alltaf verið að tjúna ljósleiðarann hærra upp í hraða og í fyrra, akkurat fyrir ári síðan þá var ljósleiðarinn var hraðinn aukinn úr 100 í 500, fimmfaldaður og nú sem sagt komið að því að fara upp í tíföldun frá í rauninni ljósnetinu
og þetta mjög mikilvægt vegna þess að það sem við erum að selja er hérna á endanum gagnamagn og þú nota meira gagnamagn ef tengingin góð og þú nærð að nota án þess að neinn hraðatakmörkun komi í veg fyrir það. Og sama skapi höfum við verið að byggja upp hérna meiri útbreiðslu í 4G. Þið sjáu hvað hafið orðið rautt þarna með 4G og þarna höfum við þetta áfram bara verið að vinna með sjávarútveginum. Það gaman að einn af okkar fyrstu kúnnum í sjávarútvegi var að endursemja við okkur og hefur gengið bara gríðarlega vel að fara inn í sjávarútveginn sem að og ekki síst á vegna þessarar áherslu okkar á uppbyggingu dreifikerfis. Við einnig sendafélagið á réttum alveg á réttri í góðum takti. Við eins og ég fór yfir í síðasta uppgjöri þá áætluðu við að það gæti verið 100 milljónir sem að hagræðingaraðgerðir væru skil í ár, en síðan síðan bætist við í raun á næsta ári húsnæðismálin. Við erum að gera ráð fyrir að spara 50 milljónir í húsnæðismálum á næsta ári og sendafélagið voru að gera ráð fyrir að 60 milljónir kæmu þar, þannig að við vorum að tala 200 milljónir á næsta ári miðað við ár og í rauninni þannig að við stöndum við allar þær tölur sem við settum fram í síðasta uppgjöri varðandi það. En það mikilvægt að benda á líka að sendafélagið ekki bara sparnaður í rekstrarkostnaði, þetta líka sparnaður í fjárfestingum. Við lækkuðum fjárfestingarhorfur náttúrulega út af því sem við ætlum að standa við. En á sama tíma erum við búin að vera að taka 50% í notkun og erum komin upp í 95% coverage í 4G á landinu. Þannig að þarna fer saman í rauninni lækkun rekstrarkostnaðar, spörun í capex og bara komin í besta útbreiðslu af því sem ég hef heyrt í 4G á landinu. Þannig að þetta er gott verkefni, en þetta ekki bara hagræðingarverkefni, þetta líka gæðaverkefni og við teljum okkur bara mjög vel sett í þessu. Á sama tíma höfum við líka verið að bæta 4G erlendis og það með Vodafone Group. Það þetta, við gáum út fréttatilkynningu einmitt 6-földun í notkun á gagnamagni í Frakklandi og eða voru margir að deila myndum þaðan og svo framvegis. Á sama tíma, þetta svolítið áhugaverður bransi út að verð að lækka en notkun að aukast. Þetta svona, við erum í svona transition frá mjög háum reikiverðum yfir í lægri reikiverð og einhvers staðar náum við að vera búin að aðlaga okkur að því að það sé svona svipað verð hvar sem þú ert og þú sért bara að nota. En þetta var náttúrulega hræðileg staða sem þessi bransi var í það sem að fólk var að slökkva á símunu sínu þegar það fór erlendis. Þannig að við erum svolítið í þessu transition og erum alltaf stöðugt að gera tvíhliða samninga í rauninni við fjarskiptafyrirtæki þar sem að við erum að lækka okkar verð til fjarskiptafyrirtækina og þau eru að lækka verð til okkar. Þannig að það er verið að þrýsta þessu niður og við erum auðvitað að gæti þess að reyna að vernda eðlilega marginu en að samanskapari tekjur og gjöld að lækka. Og okkur finnst náttúrulega og við bjúum að mörgum góðum samningum og tengslum á þessu sviði út af samstarfinu okkar við Vodafone og við viljum vera í farabróti þarna að bjóða hagstæða kjör fyrir fólk sem að ferðast eða fyrirtæki og svo framvegis og það er einmitt úttekt túrista leiddi það einmitt í ljós. Þannig að við höfum verið að keyra á því líka í því að reyna að vaksa í fjölda í gemsanum. Aðeins bara skemmtilegt að pæla í hvað er að gerast á sama tíma í gagnamagsnotkun og við erum þetta er vísitala 100, þetta er ekki actual tölur en það er búið að leggja saman gagnamagni úr kerfum á interneti og GSM og þarna sjáu þið hvernig þetta er svona nokkuð skonar veldisvöxtur sem þarna og sérstaklega gemsin að kikka inn með miklum vexti.
Það sem við fáum þetta út úr svona verðsamkeppni eins og að verð lækka, fólk fer að nota meira og svo framvegis og við erum svo sannarlega að sjá aukna notkun á gemsanum og gagnamagni sem er bara jákvætt og á endanum þá næri þetta í skotti á sér og við getum og fólk fer að uppfæra pakkan aftur og svo framvegis á þeim markaði. Aðeins bara við höfum stundum líka verið að kannski sýna aðeins inn í sjónvarpið. Það er ofboðslega mikil umræða sem allavega ég tek eftir svona sjónvarp sé bara að deyja og þetta er allt að fara online og svo framvegis. En þetta sem sagt bara ykkur til upplýsingar svona vísitala fjölda myndlykla á IPTV hjá okkur og ég plottaði upp leigur á voddinu og það var eiginlega alveg eins þróun. Það bara einfaldlega þannig að við erum að sjá plústölur á fjölda IPTV lykla, þessu gagnvirka sjónvarp okkar í hverjum einasta mánuði og við erum að sjá svona aukningu á notkun þess að leigja myndina í gegnum þetta heima. Þannig að við erum þrátt fyrir Netflix og YouTube og svo framvegis ekki að sjá breytingar á því og auðvitað ef við skoðum hvaðan við erum að ná að verja tekjur okkar þá það í einmitt internetinu sem nákvæmlega sú þróun en það líka í sjónvarpinu þar sem við erum 14% upp. Þannig að og auðvitað okkar smásöluvörur á þessu sviði sem við fórum að stað með hluti af því. Við erum áfram að dýpka samstarfið við Vodafone og þetta svo miklu meira en að við séum að borga fyrir vörumerkið og nú þetta mjög skemmtileg nýjung þar sem við erum farin að geta boðið í rauninni alþjóðlegum íslenskum fyrirtækjum fjarskiptaþjónustu og þetta alveg niður í lítil fyrirtæki þess vegna eða svona tiltölulega lítil 50 manna fyrirtæki með 15 manns í Bretlandi þá gætum við gefið kód í það í farsíma þjónustuna í Bretlandi og þá getur sá sem IT-managerinn hjá fyrirtækinu hort á alla gemsur á sama stað og auðvitað upp úr og okkur finnst þetta mjög spennandi að þróa okkur og dýpka í þessa átt og ekki síst þegar kemur að þessum stærstu breytingum sem að gerast í þessum bransa. Ég spurði þessar spurningar á kauphallardögum Arion banka. Eftirspurn eftir fjarskiptum að aukast eða minnka. Það náttúrulega ljóst að það ekki vandamálið við hann að gera að eftirspurn sé ekki eftir þessari þjónustu. Það ekki það í rauninni gríðarlega eða fjarskipti í rauninni í hjartanu á gríðarlega stórum breytingum sem munu gerast á næstu 3 til 5 árum eða næstu 5 til 10 árum og við sjáum nokkra hluti, það alltaf að aukast fréttir sjálfkeyrandi bíla sem bara byggja á fjarskiptum, tæki tala við tæki, nú eru ný tæki bara farin að koma þess að við tökum eftir því, það komin símar, börn fá úr sem síma, þetta selt í búðinu okkar núna og svo framvegis og þetta svona hægt og hljótt bara gerast svona ákveðin bylting sem byggir á fjarskiptum og við teljum mjög spennandi vegna þess að þetta eru alþjóðlega lausnir að vera þetta fyrirtæki sem með þessi alþjóðlegu tengsl og getur þá tekið lausnir sem búið að sanna í sölu annars staðar og implementera það á Íslandi. Þannig að við ætlum okkur stóra hluti þarna og þessi mynd bara örstutt, markaðurinn finnur alltaf not fyrir aukinn hrað og gæði. Það bara, og þetta byggist bara upp, þetta bara gagnamagnið eykst og allar rannsóknir sem að benda til þess að þetta ekkert að hætta. Bara 5 til 10 ár, þetta bara exponential fall á aukningu gagnamagns. Þannig að, og eðli málsins samkvæmt þá ekki, þá verðlagning okkar ekki línulega fyrir þessa aukningu, en það sem verður spennandi að taka þátt í þessum breytingum sem að gera og ég held að við séum í góðri stöðu til þess
Hérna hérna einnig mynd sem við höfum verið með bara hraðan á þessum breytingum. Það tók 100 ár að tengja milljarð heimila. Síðan komu 20 ár þar sem 7 milljarðar einstaklinga voru tengdir með farsíma. Nú verið að tala 10 ár, þá getum við verið með 50 milljarðar tækja tengda. Og þetta verður samfélagsbreyting sem mun hafa áhrif á öll heimili og öll fyrirtæki og svo framvegis. Og þetta svona það sem þegar við horfum til aðeins lengri tíma en nokkura uppgjöra, þá það þetta sem okkur finnst mjög spennandi að taka þátt í og teljum að við séum vel staðsett til að vera í leiðtogahlutverki á Íslandi í þessu. Þannig að næsta fjarskiptabylting handa við hornið og við ætlum að taka þátt í henni. Þannig að þetta var svona það sem okkur langaði að segja í dag, en má ekki bjóða ykkur að koma með spurningar. Nú ef ekki, þá bara þakka ykkur kærlega fyrir að mæta og við sjáumst aftur í það minnsta eftir nokkra mánuði. Takk.